Þegar við erum með Möggu-Stínu á þessum bát og þú veist, ég náttúrulega benti líka á það að það voru nokkuð viðtöl við eins og móður Möggu-Stínu þar sem hún sagði að það að vera í ísraelsku fangelsi. Hvað sagði hún? Ég ætla nú bara að spila þetta fyrir ykkur. Ég meina það ekkert grín að vera í ísraelsku fangelsi. Þetta eitt bara, ég vil nota orðið hryllilegasti tilvera held ég bara í heimi. En ég vona bara hún komi heil út úr þessu og Já, þú veist, hryllilegasta tilvera í heimi. Það að, þú veist, að vera í ísraelsku fangelsi. Ég ekkert að segja að það sé frábært og það örugglega alveg ömurlegt. En hugsa ykkur gífuryrði að segja að það að vera í ísraelsku fangelsi sé hryllilegasta tilvera í heimi. Ég reyndar, og eins og ég segi, ég benti á það í gær að ég myndi hafa meira áhyggjur af því ef hún hefði komist á Gaza. Ég held að það væri meira verkefni fyrir utanríkisráðuneytið að takast á við það verkefni ef hún hefði á annað borð svona, já, tekist ætlunarverk sitt. Ef henni hefði tekist að komast á Gaza, hvað þá? Þú veist, hvers konar stöðu væri hún komin í þá? Það að hún sé tekin þarna höndum, eitthvað sem að þeim hefði náttúrulega mátt þykja mjög fyrirsjáanlegt, miklu skárri kostur fyrir hana. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.